Komið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Gestur minn í dag Árni M. Matthísen, fyrrverandi ráðherra og þingmaður og fyrrverandi allt mögulegt, aðstoðar framkvæmdastjóri FÁ og margt fleira. Hér stattur í dag fyrst og fremst sem fyrrverandi stjórnarformaður Betri Samgangna, vertu velkomin. Takk fyrir. Við höfum setið hér í Kaffikróknum að ræða ýmis mál varðandi atvinnulífið, svona sem eru á efst á baugi og þátturinn heitir þetta nú að því að þetta eru málin sem eru kannski til umræðu í Kaffikróknum í fyrirtækjunum. Núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hafa samgöngu og umferðarmálin verið meira til umræðu heldur en oftast áður og kannski vegna þess að flestir upplifa á eigin skinni síauknar umferðartafir í borginni og nágrannar sveitarfélögunum náttúrulega. Fyrirtækin hafa áhyggjur af þessari þróun. Hún bitnar á aðgengi viðskiptavina, vörudreifingu, ferðatíma starfsmanna og þau kalla eftir lausnum. Ég núna undanfarið búin að fá til mín í viðtöl oddvita flestra helstu framboða fyrir borgarstjórnarkosningarnar og það eru margir að tala um samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Ég finn hins vegar að út í fyrirtækinu vera margir sem viti ekki alveg hvað það er. Tengjan kannski fyrst og fremst við borgarlínuna og þess vegna baði þið nú að koma að þú gjör þekkir samgöngusáttmálan og hvað honum er ætlað að gera betri samgöngur og náttúrulega opinbert hlutafélag sem var stofnað til að hrinda samgöngusáttmálum í rauninni í framkvæmd. Getur útskýrt aðeins fyrir okkur út á hvað hann gengur svona í heild sinni? Já, hann gengur út á samstarf sveitafélagana, annars vegar innbyrðis og hins vegar við ríkið það að bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og gerandi það að blanda saman stofnvegaframkvæmdum og almenningssamgöngum og það sem að kallaðir eru virkir ferðamátar. Og þetta er allt saman gert með bakgrunn í skipulags áætlun höfuðborgarsvæðisins þar sem að gert er fyrir þéttingu byggðar. Og allt saman, allar þessar 4 hugmyndir eru mjög góðar hugmyndir en þær ráðast mikið af því hvert er jafnvægið á milli einstakra þátta og því hvernig þær eru síðan útfærðar í raunveruleikunum og þar byrja vandamálin þegar það að kemur. Það kannski samgöngusáttmálinn orðin hjá sumum svona hálfgert blótsyrði og eins og ég segi spyrtur saman við kannski einn samgöngumáta af þessum 4 sem að þú talar sem að er fyrst og fremst efling almenningssamgangna og margir upplifa það sé á kostnað sérstaklega bílaumferðarinnar Já, það er ekkit óeðlilegt því að svona sá aðilinn sem að kannski er og hefur verið hort svona mest til í þessu sambandi, það er að segja borgin hefur kosið að gera þetta að svona merkisberandi þætti samgöngusáttmálans þó að það sé mjög langt frá því að sáttmálinn sé á kostnað bílasamgangna og stofnvegana hvorki fjárhagslega né þess sem að hefur verið fyrir sér sem áhrifin af sáttmálanum því að það er svo langt frá því að það sé gert ráð fyrir því að bíllinn eða samgöngur með bílum mun eitthvað minnka þær munu ef að vel tekst til ekki aukast eins mikið eins og þær hefðu annars gert. En aukast samt? Það er aukast samt, það er algjörlega augljóst og ég held að það sé í þessu samhengi sem við erum að tala og þá er að tala svona tímasamhengi og landfræðilegt samhengi að þá held ég að það væri ómögulegt að koma þannig fyrir að það er minki. Já. En
Sko, sáttmálinn frá 2019 upphæðlega, endur skoðaður 24 og tekur til tímabilsins alveg til 2040. Sko, mörgum finnst nú ganga hægt að hrinda verkefnunum í framkvæmd. Það hafa allavega ekki verið margar stór framkvæmdir við umferðarmannvirki innan Reykjavíkur sem slíkrar. Sko, ekki margt á listanum yfir framkvæmdur sem að hefur rauninni tafist meira heldur en fólk gerði ráð fyrir? Jú, það er engin spurning um það og það kemur náttúrulega til að því að undirbúningur var sennilegast ekki nægur þegar á staði var haldið og sérstaklega voru kostnaðaráætlanir ófullkomnar og það náttúrulega leiðir til þess að þegar að sáttmálinn endurskoðaður að þá frestast framkvæmdir sem að annars hefði átt að vera fyrr á tímabilinu en svo það náttúrulega líka og maður skynja það náttúrulega mjög sterkt að þeirra aðilar sem þetta að véla hafa mjög mismunandi skoðanir og sumir þeirra hafa ekki tekað við það að beita sínum kröftum og völdum til þess að halda aftur af því sem að þeim líkar verfið og reyna síðan að ýta áfram því sem að þeim líkar vel við og Erum við ekki tala hann borgarstjórnar meirihlutann Reykjavíkurborg? Ég myndir ekki alveg taka borgarstjórnar meirihlutann sem heild og ekki taka embættismennina og setja þá í hóp með þeim sem að þeim í meirihlutanna sem að hafa unnið á þennan hátt þegar þetta náttúrulega margt fólk og það mismunandi skoðanir en kannski líka vandi að margir þeirra hafa svipaða skoðanir þegar það eru margir flokkar með svipaða skoðanir þá eru þeirra að keppa innbyrðis og yfirbjóða hver annan þannig að það er verið svona svolítið þegar mann er fundið að mann að vera að keppu það hvað getur verið mikill andstöðu við bílinn og hvað getur lagt mikið af steinum í götu bílsins en eins og ég segi þetta ekki við alla En sko tölum aðeins þá kannski einmitt eina birtingarmynd þessa það er mál sem hefur nú brunnið mjög á fyrirtækjanum hérna í félagi atvinnurekenda við erum með fjöldan allan af félagsmönnum hérna í nágrunni við sitjum hér í Skeifunni og við Suðurlandsbrautu upp í Múlahverfi sem er hérna bara steinsnar frá þar sko starfa margir á okkar félagsmönnum þetta er eitt helsta verslunar- og viðskiptakverfi borgarinnar með á annað 1000 fyrirtækja 5.000 starfsmenn mörg 100 milljarða króna veltu og atvinnurekendur eru bara upp til hópa mjög ósáttir með hérna nýja Suðurlandsbrautarskipulagið það sem á að bæða fækka akrinum fyrir bíla og bílastæðum leið og borgarlínan kemur göttuna fyrirtækin hafa áhyggjur að bæði aðgengi viðskiptavina og starfsfólks og hérna að gatan hreinlega ann ekki umferð eftir breytingar og það var nú aldrei talað neitt við atvinnurekendur upp í Múlum það var talað við fyrirtækin sem eru ekki með Suðurlandsbraut eða húseigendur það var hins vegar ekki hlustað á það sem við þarfum að segja og hérna Suðurlandsbrautin er rauninni sko fyrsti búturinn á borgarlínunni og ég og margir aðrir stuðningsmenn betri almenningssamgangna til dæmis í félaginu í okkur hafa áhyggjur af því að með þessari ósveigjanlegu útfærslu í deiliskipulaginu sem verið að spilla stuðningi við verkefni heldur að það hefði verið hægt að útfæra þetta skipulag við Suðurlandsbrautina með öðrum hætti Ég held ekki það, ég bara veit það og það eru mörg ár síðan að ég sagði það í fjölmjölum að vegna samgöngusáttmálans og vegna borgarlínunar þá væri engin þörf á því að fækka akrunum við Suðurlandsbrautina því það er nægt pláss þar til þess og það var meira sér gekk svo langt að þegar við var að tala um að byggja handboltahöllina sem að mér er nú alltaf hugleikin að þá talaði þáverandi borgarstjóri það að þetta byggja hana þannig að þú myndir ganga hvort það var annarra hæð eða þriðja hæð myndir ganga beint inn og út úr handboltahöllinni í borgarlínuna á annarri eða þriðju hæð og þá ert ekki með eina miðlæga borgarlínu þannig það voru út á norðurkantinum þannig að miðlæga prinsipið
var nú fljótt farið þegar menn voru farnir að sjá aðrar dásendir. En það hefur líka verið ljóst í mínum huga og ég hef líka mjög oft sagt það að þegar þú ert að útfæra svona borgarlínu sem eftir ákveðna svona módeli og ákveðnum skilgreiningum og þú ert að útfæra það inn í gróinni borg að þá verður að taka tillit til aðstæðna. Að borgir voru ekki hannaðar, skipulagðar og byggðar til þess að vera með miðlæga borgarlínu. Þannig að það er ekkit það að ræða að hún geti verið það allstaðar. Sumstaðar verður hún að vera í kantinum. Og þegar þú fer síðan að horfa bara almenni samgöngunar í heild að þá er alveg augljóst að borgarlínan hlýtur að vera og getur ekki verið annað heldur en móseik af ýmsum kostum af miðlægri borgarlínu og hliðstæðri borgarlínu og svo þegar að borgarlínan tengist við almenna strætókerfi að þá ertu komið með ennaðra útfærslu þannig að heildar höfuðborgarsvæði verður móseik af útfærslum á annars samtengdu og að ég vona miklu effektífara strætókerfi heldur en að við þekkjum í dag. Og þetta er það sem ég á við þegar verið er að útfæra og þegar kemur út í raunveruleikan að þú verður að hafa sveigjanleika til þess að taka tillit til aðstæðna og þú mátt ekki láta hugmyndafræði einhvers grenjandi minnihluta ráða því hvernig að niðurstöðunar verða. Já. Ertu sammála verið með þessi svona ósveigjanlega útfærsla þarna á Suðurlandsbrautinni stefni í rauninni bara stuðningi við verkefnið í hættu? Ég hef ekki talað við neinn atvinnurekanda í hverjum sem finnst útfærslan góð. Ég held að það sé bara ég bara dæmi það að umræðinni sem hefur verið Suðurlandsbrautina alveg frá því að ég fyrst kom að þessu að þá held ég að það sé bara alveg klárlega þannig að þetta hefur mörgum mjög mikið hlýrnir í augum. Sumir flokkar tala fyrir því núna fyrir kosningarnar að endurskoða samgöngusáttmálann. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík var hérna í kaffikróknum í síðustu viku. Sagði að hún vildi fá meiri skýrleika fjármögnunina. Þetta er náttúrulega rosalega fjárhæðir, eitthvað á 400 milljarða held ég sem eru heildar fjárfestingin. Ríkið á að borga 87% og sveitarfélögin restina. Kemur fram í sáttmálanum að frá og með árinu 2030 sé gert ráð fyrir tekjum af umferð eða annarri fjármögnun ríkisins eins og það er orðað. Hildur sagði hérna að hvorki forsætisráðherra né fjármálaráðherra hefðu viljað í rauninni svaraði skýrt hvernig fjármögnun ætti að eiga sér stað. Hún hefur áhyggjur af því að sem sagt önnur fjármögnun verði aukin gjaldtaka af þeim sem að nota samgöngumannvirkin og þá væntanlega fyrst og fremst af bílaumferð. Ertu sammála því að þetta sé eitthvað óskýrt? Já, þetta er óskýrt og hefur verið allan tíman. Grunnhugmyndin og upphaflega hugmyndin var að þetta yrði gert með gjaldtöku og þannig er þetta gert víðast í nágrannlöndunum, sérstaklega á Norðurlöndunum með sérstakri innheimtu og eins og ég segja þá var þetta grunnhugmyndin. Hins vegar var frá því að samkomulega var gert 2019 gert ráð fyrir öðrum möguleika og þá var gert ráð fyrir því að gætu farið fjármunir af sölu Íslandsbanka í verkefnið og því var haldið inni að það væru hugsanlega aðrir fjármunir möguleikar þegar það var endurskoðað 2024 og þetta er óskilleiki hvað var þar fjármögnunum á verkefninu og væri betra að það væri búið að taka ákvarðanir með góðum fyrirvara vel fyrir 2030 það hvernig að þetta eigi að vera. Hvernig væri svona útfært? Er mann bara með einhverja flögu í bílrúðinni sem að rukkar þegar mann nota Miklubrautargöng eða eitthvað slíkt? Já, bara eins og við vorum með Hvalfjarðargöngunum, þá voru raunverulega með, það voru dálítið stórar flögunar þá. Já.
var maður með þetta í bílnum og þegar þú ferð inn á svæðið að þá á greiðuru og þetta bara orðið mjög þekktur og viðurkenndur máti á því að fjármagna umferðarmannvirki og alveg gildur kostur en það þarf auðvitað að taka ákvörðun það og eins og þú myndist á endurskoðun að þá var það kannski galli á upphaflega sáttmálunum að það var ekki gert ráð fyrir reglulegum endurskoðunum þannig að þegar þetta var endurskoðað 24 að þá var það ekki samkvæmt einhverju sérstakri klásulu endurskoðun þetta svona svolítið ad hoc og þegar að áætlanir taki yfir svona langt tímabil það var óhjákvæmilegt annað heldur en að það séu endurskoðað og þegar við vorum að endurskoða þannig í fyrsta skiptið það er 24 að þá var það mál manna þó ég muni nú ekki eftir að það hafi verið skrifað inn að það væri augljóst að það myndi koma að því áður en að tímabilinu væri lokið að það þyrfti að endurskoða sáttmálan þannig að ég held að Hildur hafi rétt fyrir sér í hvoru tveggja tilfellinu að það sé betra að hafa skýrleika á fjármagninni og eins að það sé ekki eitthvað sem er tabú að endurskoða sáttmálan á einhverju stígi. Svo eru aðrir eins og til dæmis bara miðflokkurum vill ganga ennþá lengra og í rauninni bara henda borgarlínu og boðar einhverja ódýrari kosti í almenningssamgöngum. Heldur að það sé til þess fallið að flýta greiðar í samgöngum og skera sáttmálan bara alveg upp og byrja upp á nýtt. Þetta eru 6 sveitarfélög, ríkið tók langan tíma að ná þessu saman. Heldur að slík nálgun myndi tefja nauðsynlegar umbætur? Já, ég heldur myndi alveg örugglega gera það og þó að það sé örugglega hægt að gera þetta á einfaldari og ódýrari hátt heldur en að lagt upp með að þá held ég að skipti máli til þess að þetta virki að þetta sé gert vel og gert á þann hátt að notendum hugnist það að ferðast á þennan hátt og sérstaklega ef þú ætlar að fara að gera þetta fyrst á ódýran hátt og svo seinna að bæta úr þá held ég að það muni valda svona ruglingi og í væntingum notenda og að það mun ekki spara heldur muni það auka kostnaðin því að þá ertu raunverulega að byggja upp sama mannvirki tvisvar, fyrst ódýrt og svo dýrt á eftir þannig að það eru uppið safnað þá verði kostnaðurinn meiri. Og eitt í samgöngusáttmálanum sem nú kannski tala þetta afskaplega mikið er bætt öryggi og betri umferðarstýring. Það er búið að eyða miklum peningum í að láta greina hvað þarf að gera í ljósastýringum til að greiða fyrir umferðinni. Það er verið að uppfæra búnaðinn svona hægt og rólega. Eins og ég skilði að það var höfuðborgin í rauninni komin með snjall umferðarljósa kerfi eða einhvern vísi að því en er verið að nýta það eins og ætti að gera það? Já, ég held að það sé nú verið að gera það. Þetta var nú mikið mál hjá okkur í upphafi líftíma fyrirtækisins og þá hafði verið hér nokkrir tæknimenn sem að voru að mæla mjög fyrir það hvað hægt væri að nota ljósastýringu betur og meira til þess að ná árangri og voru stórar tölur nefndar og svo stórar reyndar að mér fannst vera full ástæða til þess að kanna það og í kjölinn hvort að það væri raunverulegt að það væri hægt að ná slíkum árangri. Það var talað það að væri hægt að ná alltaf því að stytta biðtímanum 40% með betri ljósastýringu. Þannig að ég fekk einn af þessum aðalum á fund með mér frá norsku fyrirtæki, mann rétt, ég man nú ekki nafnið, en já, það er einhvers stað að skrifa niður í einhverju bók og
og það var reyndar góður maður með mér í þessu samtali sem kannski manna betur og ég spurði þá bara hreinlega að því hvort að það væri rétt að þeir gætu með betri ljósastýringu minnkað tafirnar 40% og þeir sögðust ekki geta það og þá spurði ég hvort þeir gætu gert það 30 og þeir sögðu nei við því 25 nei 20 nei 10 nei og þá fóru þeir aðeins að draga semin en kannski 5 ok og ástæðan fyrir því að ég var að fara ofan í þetta var svo að ef að það hefði verið einhver staðar á bilinu 20% pluss að þá hefði ég farið beint til aðila samningsins og lagt til að við myndum breytunum og settum meiri fjármunni í umferðarstýringuna en það voru ekki forsendur til þess að gera það upp á einhverja hugsanlega 5% bætingu það kollvarpaði ekki því sem að þá var skipulagt en hins vegar finnst mér nú það alveg vera augljóst og allavega ætti að vera öllum augljóst að við eigum alltaf að vera með þá bestu umferðarstýringu í ljósum sem að svona praktíst er völ á og eigum að leggja okkur fram um það og það vantar líklega aðeins mikið upp á það ennþá er það ekki Ég veit það svo sem ég náttúrulega ekki skoða þetta eins vel núna síðast hvað er hann að verða 2 ár síðan að ég fór að hvernig þetta er núna en það eru auðvitað miklar framfarir í öllu því sem að kemur að svona tölvustýringu og gervigreindin er örugglega að koma inn í ljósastýringuna sterkt líka þannig að það gæti vel verið að í dag væru meiri möguleikar í þessu og hverjir þá sem að munu þetta véla eftir kosningar að þá eiga þeir auðvitað að skoða þá möguleika og skoða þá bara síðan í öfnum höndum eftir því hvernig þeir þróast Sko það er náttúrulega bara að reikna út gríðarlega arðsemi í rauninni af þessum framkvæmdum sem að sáttmálinn kveður á sumir gagnrýna forsendirnar segja sko í útreikningunum á ferðatíma með borgarlínuna gert ráð fyrir að hún sé bara á grænu ljósi stöðugt eins og að kostnaðar áallan að það verða að hækka eins og það nefndir ertu vissum að þessi mikla fjárfesting muni skila sér aftur til skattgreiðenda? Já, allar það eru mælingar sem að voru gerðar þessi félagssakfræðilega mæling sýnir fram á það að þessi framkvæmd sé á skala við það sem að best getur gerst hér á landi og það var notuð sama aðferðin á Sundabrautina og það munar afskaplega litlu á hagkvæmni Sundabrautarinnar og verkefna sáttmálans auðvitað er alltaf vandi að gefa sér forsendur en þá skiptir máli að með noti sem oftast sömu forsendunar þannig að mælingarnar séu sambærilegar þannig að ég myndi nú vara við því að menn fari að breyta forsendum fyrir höfuðborgarsvæðis sáttmálan og bera hann síðan saman við Sundabrautina án þess að breyta forsendum þar að menn þurfa að bera þetta þá saman á sama hátt sko. Ég er mikill stuðningsmaður Sundabrautarinnar líka þannig að ég vil auðvitað gjarnan að þessar framkvæmdir séu sem arðsamastar þó að við betur samgöngum höfum ekki komið að því sérstaklega að ákveða forsendurnar en þetta er gert samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og við höfum reyndar verið í betur samgöngum að reyna að bæta vinnubröðin meðal annars í arðsfjörðumat í kostnaðarmatinu og
færa þar inn áhættumat sem að ekki týrkaðist áður í þessum efnum og þannig að ég vonast til þess að kostnaðar áætlanirnar sem er núna verið að vinna eftir þær séu öruggari heldur en þær sem að við lögðum staðið með í upphafi sem voru býstna skakkar þegar að í skjalinu segir að fyrst að það er að vera mislæg gatnamót og svo er nánast bara strikað yfir og búið að skrifa inn stokkur en glemdist að breyta tölunum og stokkurinn sko er sko, margfeldis áhrif sko, hann er miklu dýrari sko. En sko svo er náttúrulega bara stór spurning og það er búin að nefna svona félagslega þáttin í þessu það er stundum sagt það er bara svo vont viður á Íslandi að það verða eiginlega allra að eiga bíl bíl er bara dýr yfirhöfn og hvað við erum nú sko að breyta samgöngukerfi borgarinnar í rauninni þrengja eitthvað að bílaumferð og byggja upp mjög öflugar almenningssamgöngur eigum við víst að það verði nógu góðar til þess að fólk vilja nota þær eða erum við kannski bara að breyta kerfinu og þrengja að umferðinni almenningssamgöngunar? Já, og ég hef nú búið í borg þar sem ég þurfti að nota almenningssamgöngur og þó að veðurfæri þar væri svolítið öðruvísi heldur en hér að þá voru ástir þar sem það var býsna erfitt sökum hita og hitin getur verið álíka erfiður og kuldin og út í það er farið í þessum efnum þannig ég held að það séu alltaf eitthvað svona upp og niður eftir ástíðum hversu heppilegt og er að hversu vel almenningssamgöngunar virka. Þess vegna hef ég lagt áherslu á það að við gerðum þetta almennilega og reyndum að gera þetta þannig að þetta myndi hugnast sem flestum. Það yrði sama kerfið allstaðar á höfuðborgarsvæðinu í öllum sveitafélögunum. Það færi ekki eftir fjárhag einstakra sveitafélaga hversu vel stoppustöðunum var úr garði gerðar og að það væri sama yfirbragð á borgarlínunni eins og á almenna strætókerfinu þannig að þú tækir eiginlega helst ekkert eftir því þegar þú færir á milli kerfana þannig lagað og þetta væri alltaf einhver munur og eins ef að menn færi að eins og maður hefur hægt talað að vera með minni vagna á einhverjum tiltöknum svæðum að þá væri þetta allt sem ein heild og þú fengir sömu tilfinninguna fyrir þægilegu öruggu og háu þjónustustigi í umhverfinu Já, þannig að sko stundum eflingu almenningssamgangna stilt upp sem einhvers konar svona hægri vinstri máli. Ertu sammála því? Ég er algjörlega sammála því. Ég sé þetta engan veginn þannig. Hins vegar, ef maður vilja endilega skipta þess upp í hægri vinstri mál, að þá væri það spurningun gjaldtökuna og þá myndi ég frekar líta á gjaldtökuna sem hægra mál. Það væri frekar þá eins og einhvers konar einkavæðing að það væri einstakleikurinn sem hann notar að greiða fyrir sín not en ekki ætlast til þess að samfélagi væri að greiða fyrir hann þó að það séu þetta réttandalegt að á einhverjum svæðum landsins þar sem við viljum hafa góða samgöngur en samgöngunar eru ekki það miklar að það er í rauninni beri mannvirkin sem þarf að byggja að það sé réttandalegt að það sé þá greitt niður af almanna fé og það ef frá er dregin og stuðningur við flug á einstaka staði út á landsbyggðinni að þá reknum við nú almennt með því að við borgum fyrir flugið sjálf og hversna skildum við ekki borga fyrir þá akstur á bílum eða það að ferðast með almenningsfaratækjum
á sama hátt. Nú er eiginlega bara komin tími á að loka spurninguna. Ertu bjart síðan á að markmið samgöngusáttmálans gangi eftir og við fáum raunverulega betri samgöngur hérna á næstu árum? Svona þegar þú horfir til dæmis á umræðina núna fyrir kosningarnar. Já, ég verð nú að segja að ég var á fundi ekki alls fyrir löngu þar sem að voru fulltrúar allra frambóðana og þó að veri náttúrulega augljós munur á því sem þau voru að segja hvernig þeim hugnast að halda áfram með verkefni, að þá held ég geti sagt að það allir ætla sér að halda áfram með það verkefni að bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og bæta almenningssamgöngunar og mismunandi hátt væri. Og þannig að ég þannig bjasinn á það gerist. Eins og hversu fljótt það gerist fer auðvitað eftir því hversu miklu fjármunir eru til reiðu og hversu svona greiðlega það gengur fyrir þá sem að vinna að þessu að ná markmiðunum fer eftir því hversu skýrar ákvarðanir eru teknar fjármögnununa. Þannig að það þýðir ekkit að vera að ákveða það í desember 2029 að það eigi að fara að innheimta gjöld 2030. Það verður að gerast með góðum fyrirvara til þess að allt geti verið undirbúið. Þannig að þeir sem að vilja fara þá leið að þeir komast ekki hjá því að taka þá ákvörðun fyrir en síðan. Fljótlega. Þakka kærlega fyrir spjallið, Árni, og fyrir komuna í kaffikrókin. Mjög fráleitt. Ja, þakka þessum leiðis.